Já, komið í sæl og blessuð. Þið kannski heyrðuð viðtal sem við Gunnar Smári tókum við menntamálaráðherra í gær stöðu skólamála hér á Íslandi. Við erum svona einkum verið að ræða grunnskólan. Nú viðtalið við menntamálaráðherra var hið 4. eða 5. í röðinni sem að við höfum tekið til að reyna að varpa ljósi á hvort grunnskólinn á Íslandi stríðir við alvarlegt vandamál eða ekki. Og Kristján Kristjánsson, Íslendingur, starfar við skóla í Birmingham og hann þekkir þessi mál nokkuð vel, okkur sagt. Við teljum að hann sé á línunni. Heyrirðu í mér, Kristján? Já, blessaður Björn, ég geri það. Blessaður og takk fyrir að vera með okkur hérna á Zoom. Þú ert prófessor við háskóla þarna í Birmingham og hefur býrð yfir töluvert mikilli, get ég orðað að OECD þekkingu á menntamálum. Já, við höfum unnið mikið af verkefnum víða heim, ekki bara í Bretlandi, heldur með skólum í Asíu og Suður-Ameríku og Bandaríkjunum og svo allra síðustu árum þá hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD því að OECD að íhuga að breyta stefnumið í menntamálum sem myndi þá líka hafa áhrif á PISA-prófin í framtíðinni. Það er mjög spennandi verkefni en eins og við kannski ræðum betur seinna þá fer OECD áfram á hraða snígilsins og einstök aðildarríki hafa neitunarvald líka þannig að allar breytingar eru mjög hægfara hjá OECD. Einmitt. Og þetta tengist beint þeirri umræðu sem hefur verið hér við Rauða borðið. Hann sagði Ragnar Þór Pétursson að við þyrftum kannski að endurskoða markmið menntunar að einhverju leyti. En ef ég bið þig að bregðast kannski upphafið þessa samtals við slöku gengi Íslands í PISA. Já, ég kannski nú ekki alveg rétti maðurinn til að fjalla það núna vegna þess að ég flutti frá Íslandi 2011 og hef ekki fylgst grannt með þróun mála síðan þá en það reyndar tvennt sem ég vildi nefna í þessu sambandi samt sem áður. Það fyrra að það ekkert nýtt að við vitum að kennsla og kennarastarfi nýtur ekki sömu virðingar á Íslandi eins og það gerir í mörgum löndum, til dæmis Finnlandi og Eistlandi og löndum sem að skora hæst í PISA. Bara svona sem gaman saga þegar pabbi gamli bílaðist í baki og gat ekki unnið lengur í gróðurhúsunum í Hveragerði þá var hann dubbaður upp í að verða fyrsti skólastjórinn í Þorlákshöfn. Ég held að hann hafi staðið sig ágætlega í því en hann auðvitað hafði enga burði til þess að kenna. Og við munum líka til Ólafi Kárasyni sem líklega yrði kallaður barnaperri í dag. Hann var gerður að barnakennara svo hann þyrfti ekki að segja sitt í sveitar. Þannig að þessi virðingi fyrir kennarastarfinu og hvernig talað kennara og skóla við eldhúsborðið heima er ekki það svo sama eins og til dæmis í Finnlandi þar sem að kennarastarfið nýtur mikilla virðingar og kennaraskóla geta valið úr umsækjendum. Þeir geta valið fjórðunginn af bestu umsækjendunum til að komast inn í kennaranám. Þannig að þetta er gamalt vandamál á Íslandi. Þetta útskýrir ekki kannski lakara gengi á allra síðustu árum en þetta útskýrir svona almennt lagt gengi Íslands í menntamálum. Einmitt. Hitt atriði sem að kannski ég hef ennþá meiri áhyggjur af heldur en þess að hefðbundnu PISA-skor tölur niðurstaðan sem að kemur í þessum auka spurningum sem að alltaf lagða fyrir hjá PISA í ýmiss konar tilfinninga og félagslega þætti og þar skora íslensku börnin mjög lágt á sumum sviðum, alveg áberandi lágt. Þau meta sig tiltölulega hátt varðandi þrautseigju og streituþol sem að kemur kannski á óvart en þau telja sig hafa mikla þrautseigju og streituþol sem eru kallað framkvæmda dygðir en þau skora mjög, mjög lágt í forvitni sem vitsmunadyggð og líka í samkennd og samvinnu sem eru svona siðferðis og
og borgaradyggðir, þannig að þetta veldur mér miklum áhyggjum af því að ég hef mikið verið að skoða einmitt siðferðis- og tilfinningaþroska og tengsl hans við andlega heilbrigði og námsárangur og fleira, þannig að þetta spurning sem að mér finnst eiginlega ennþá meira aðkallandi heldur en spurningin af hverju við skorum lágt í læsi og svo framvegis. Hvers vegna eru íslensku börnin að meta sig svona lágt í siðferðis- og borgaradyggðum? Þetta finnst mér mjög áhugavert. Ég hefði ekki heyrt þetta með forvitnina. Það hafa verið skrifaðar fréttir samkenndina, hún væri minni hér en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ef við reynum að velta þessum tveimur þáttum fyrir okkur, þú ert jú heimspekingur að mennt, prófessor, doktor í heimspeki og þekkir þennan málaflokk vel. Hvað gæti skýrt að íslensk börn búi yfir minni samkennd en félagar þeirra í nágrannalöndunum? Það aftur er spurning, maður þarf að leita einhverjum sögulegum skýringum. Ein skýringi kannski er svo að það hefur ekki verið lögð mikil áhersla á þetta í íslenskum skólum. Gamla daga átti kristinfræðin að sinna þessum þáttum, svo dettur hún út. 1999 kemur lífsleiknin inn, en hún er mjög illa undirbúin að margan hátt og kennurum fannst þeir ekki tilbúinir til þess að sinna henni og hún einhvern veginn gekk ekki nógu vel. Við gerðum rannsókn á þessu kringum 2005 og þá kom í ljós að einungis fjórðungur af skólum var að nýta lífsleikni tímana til þess að reyna að byggja upp siðferðis- og tilfinningaþroska nemenda. Svo koma grunnþættirnir inn, það ekki 2012 eitthvað það bil og þar náttúrulega þættir eins og velferð og lýðræði og ýmiss konar siðferðileg og borgaraleg gildi, en aftur virðist innleiðing þeirra ekki hafa gengið nógu vel og Ragnar Þór í sínu ágæta viðtali við þig daginn að hann vildi nú einkum kenna einum tilteknum menntamálaráðherra að grunnþættirnir náðu ekki fótfestu í skólum. Ég þekki það ekki sögulega hvort það er rétt eða ekki, en allavega það hafa verið gerðar tilraunir til þess að efla áherslu á velferð og samkennd og ýmiss konar tilfinninga þetta í íslenskum skólum aftur og aftur, en einhvern veginn hafa þessi strandhögsverkefni ekki gengið upp. Er mögulegt að einstaklingshyggjan og stundum er hún talin angi á nýfrjálshyggjunni hafi skotið sterkari rótum hér en víðast hvar í kringum okkur? Já, þú ert að spyrja mig svo margar svona félagsfræðilegra spurningar sem ég get ekki svara en bara með einhverjum svona tilgátum út í lofti. Það geti vel verið. Ég held líka að Ísland hafi kannski tekið skilaboðin frá OECD en þá alvarlegar heldur en mörg önnur lönd. Við höfum hlustað mjög mikið á OECD og óneitanlega síðan í kringum 1970 þá hefur OECD verið með mjög skýra stefnu í menntamálum sem er kölluð mannauðskenningin menntun og sem gengur út á það að megin tilgangur menntunar sé að koma fólki til bjargálna, að segja efla efnahagslegt öryggi einstaklinga og efla framleiðslu og þjóðartekjur. En þetta eru svona hörð efnahagsleg gildi og allt annars sé það bara svona auka geta þeirra, að segja hugmyndin í OECD var að til skamms tíma ef hægt að koma fótunum undir fólk efnahagslega, bæði sem einstaklinga og sem hópa þjóðir, þá muni allt hitt veitast þeim að auki, þá muni andlega heilbrigði batna og samkennd og samvinna og svo framvegis, sem að ég held að sé kannski að vera að snúa við orsök og afleiðingu. Já. Þannig að þetta geti verið ein skýringin að við höfum einhvern veginn tekið þessi efnahagslegu gildi menntuna mjög alvarlega á Íslandi og talið þau kannski undirrót alls hins. Já, lagt of mikla áherslu á það sem Ragnar Þór talar sem mannauðsstefnu fyrir atvinnulífið, fyrir fyrirtækin en ekki lagt nógu mikið upp úr því að koma góðum börnum í gegnum skólakerfið.
Já, og það merkilega núna að það sem OECD að gera að íhuga alvarlega að leggja þessa mannauðskenningu á hilluna og taka upp hugmyndum farsæld eða blómstrun sem þýðing á gamla gríska hugtakinu eudaimonia, það að segja svona hlutlægur velfarnaður, taka það upp sem megin gildi menntunar og vitandi það að Ísland tekur alltaf allt mjög alvarlega sem að kemur frá OECD, þá ekki ólíklegt að þetta myndi kalla á stefnubreitingu í íslensku menntamálum ef að OECD kemur sér saman um þetta, en þetta enn á umræðustigi hjá þeim og eins og ég sagði í upphafi að það eru viss lönd innan OECD sérstaklega í það sem var kallað í gamla daga þriðji heimurinn sem að vilja ekki leggja manneskenninguna á hilluna vegna þess að þau segja allt þetta tal samkennd og samvinnu og mannkosti og annað þeim séu svona mjúk vestræn gildi sem að þau bara hafa ekkert efni á því að vera að fjalla það sem að þau verða að gera sé að koma fólki til bjargáluna fyrst. Síðan getur það að fara að tala mjúku gildin seinna. Já, viðhorf þjóða til þess að kann að ráðast að einhverju leyti af þróunar og velmegunar og efnahagstigi. Já, en samt sem áður eins og ég held að Ragnar hefði nefnt við því daginn að það merkilega að þrýstingurinn á OECD að breyta stefnun í menntamálum í alþjóðlegu samhengi kemur frá þeim löndum sem að skora hæst venjulega. Þau lönd sem hafa verið háværust eru Ísland, Singapúr, Hong Kong, Suður Kórea, Tævan. Þetta eru löndin sem að venjulega raða sér í efstu sætin í sambandi við bæði læsi og starffræði eða raungreinar. En þau segja, það vissulega mjög notalegt að vera alltaf í efstu sætunum, en þetta endurspeglar ekki ástandi hjá okkur vegna þess að við erum að glíma við stórkostlega faraldur andlerar vanheilsu hjá ungu fólki og mjög háa sjálfsvígstíðni og fleira, þannig að þetta eru löndin sem að segja að OECD sé að mæla eitthvað rangt eða mæla hluti sem að kannski skipta ekki öllu máli eða mestu máli í menntun. Það einmitt það sem þú kallar stórkostlegan faraldur andlegrar vanheilsu sem ýtir undir þörfina hvað helst á endurskoðun þeirra gilda sem að við höfum tileinkað okkur inn í skólastofunni? Já, og þetta er alþjóðlegt vandamál. Það merkilega, þetta ekki eitthvað sem bundið við bara segjum vestræna heim eða Evrópu eða Bandaríkin. Þetta virðist verið að gerast allan heim og samfélagsmiðlum og snjallsímum og ég ætlaði að spyrja þig fyrir ekki að grípa fram í fyrir þér, en að hve miklu leyti rekur það til tæknibreytingana, samfélagsmiðlana og þeirra menningarbreytinga sem hafa orðið í tengslum við það að við virðumst vera með tækni í höndunum sem við kunnum ekki alveg að fara með? Jú, örugglega hefur þetta eitthvað að segja og kannski mjög mikið að segja. Ég vil nú ekki ganga eins langt eins og sálfræðingurinn Jonathan Haidt í nýjustu bók sinni The Anxious Generation, þar sem hann raunverulega kennir samfélagsmiðlum og snjallsímum allt sem að fara úrskeiðis hjá ungu fólki varðandi andlega heilbrigði og hamingju á síðustu árum. Ég held að mjög mikið af því sem að talaður sem andleg eða geðheilsu vandamál hjá ungu fólki í dag séu siðferðilega tilvistarlega vandamál sem að hafa með það að gera að ungu fólki gengur mjög illa að finna einhvern tilgang í lífi sínu eða merkingu í náminu sem að þeir að stunda. Að ég hef kynnst mörgu ungu fólki sem að hefur háa greindarvísitölu og alla burði til þess að standa sig vel í námi og starfi, en einhvern veginn bara finnst það ekki hafa fundið sína hillu í lífinu eða sjá engan tilgang í því sem að verið að bera á borð fyrir þau í skólum. Þannig að og þetta eitt af það sem OECD að leggja áherslu á núna, þar að segja þetta farsældar hugtak sem að OECD að vinna með, það byggist á 6 þáttum sem þeir vilja leggja áherslu á. Það er náttúrulega lífshamingja og heilbrigði, það er tilgangur og merking í lífi og námi og starfi, og það eru tengsl, vináttutengsl við annað fólk, við önnur börn og aðra unglinga,
og svo náttúrulega líka efnahagslegt öryggi. Þeir eru ekki alveg að leggja efnahagslegu gildin á hilluna en þau eru orðin bara einn af 6 undir þáttum farsældar í þessari nýju hugmyndafræði OECD. Lærdómurinn til okkar foreldra og ef til vill kennara líka sá að við þurfum að leggja af þá efnishyggju sem að við höfum reynt að innræta börnum okkar. Já, og einhvern veginn að gera námið og kennsluna áhugaverðari, þannig að nemendur sjái tilganginn í því að mæta í tíma í sögu eða líffræði eða dönsku eða hvaða grein sem og að þetta hafi eitthvað með þeirra líf og þeirra framtíð að gera, og það virðist sem þetta hafi glatast að töluverðu leyti, og unglingar í dag gera miklu meiri kröfu að fá réttlætingu. Hvers vegna á ég að læra þetta? Hvers vegna skiptir þetta máli? Kannski þegar á okkar aldri, Björn, þegar við vorum í grunnskóla eða unglingaskóla eða framhaldsskóla, við einhvern veginn bara tókum þetta sem gefið að þetta væri bara eitthvað sem allir þyrftu að læra en núna stendur unglingum og ungu fólki til boða svo margt annað heldur en þetta nám, þannig að ég held að við sem að vinnum í menntageranum þurfum að vera miklu virkari í að reyna að sýna þeim fram á hvers vegna skiptir þetta máli, hvað hefur þetta að gera með farsæld þína og framtíð. Einmitt, Kristján, þau eru náttúrulega svo miklu betur upplýst en við vorum á þeirra aldri. Harði diskurinn á 10 ára gömlu barni fullur af alls konar upplýsingum sem að voru ekki fyrir hendi þegar við vorum börn. Maður hefur einnig undrast á seinni árum mat okkar, viðhorf, gildi. Ég nefndi það nú í síðustu viku að manngildin eru hér svolítið mæld af því hverjir eru í tekjublaðinu sem nýkomið út hér á Íslandi, hverjir höfðu mestar mánaðartekjur í fyrra. Þegar mér finnst sjálfum persónulega og á marga vini sem eru sömu skoðunar að í raun hafi það miklu meiri þýðingu fyrir okkar skömmu tilvist hér hvort við séum til dæmis góðir foreldrar eða ekki. Hvernig snýr maður af þessari braut? Já, einmitt, ég held að ein leiðin sé að leggja miklu meiri áherslu heldur en núna gert í skólum og ekki bara á Íslandi á það sem ég kalla mannkosti. Við getum kannski kallað það dygðir líka, en dygðir svolítið erfitt orð á íslensku vegna þess að það eru 2 orð sem eitt skrifað með 1 G og annað með 2 G, og við erum ekki að tala dygð með 2 G, það að segja vera dyggur þjónn, við erum að tala dygð sem dregið af dugur, það að segja dygð með 1 G, kannski betra bara að kalla það mannkosti. Og ég skipti oft mannkostum í 4 þætti, það að segja við þurfum að hafa vitsmunadygðir, og það eru nú oft ræktaðar sæmilega í skólum, og við þurfum að hafa líka siðferðilegar dygðir, eins og samkennd og réttlæti og umhyggju, og við þurfum að hafa borgaradygðir eins og félagslegt réttlæti, og svo þurfum við að hafa líka framkvæmdadygðirnar eins og þrautseigju og seiglu og svona baráttu vilja og samvinnu hæfileika. En ég held að þegar þó margir séu farnir að tala mikið mannkost í dag, sérstaklega en að jákvæða sálfræði og þessi meiri áhuga á þessu í skólum heldur en var, þá séu þetta oft bundið bara við svona framkvæmdadygðirnar, það að segja efla þrautseigju og seiglu, að nemendur geti náð sér eftir áföll og spjarað sig í lífinu, sem auðvitað er mikilvægt, og við sjáum að íslensku unglingarnir meta sér tiltölulega hátt á þessu sviði, kannski vegna þess að það lögð áhersla á það í skólum, en miklu minni áhersla á siðferðis borgaradygðirnar og jafnvel vitsmunadygðirnar eins og forvitni. Og ein sérstök dygð sem ég hef mikinn áhuga á og held að sé afskaplega mikið vanrækt í skólum er það sem ég vil kalla djúpa undrun eða jafnvel lotningu fyrir umhverfinu, fyrir náttúrunni, fyrir bara lífinu í heild. Og þegar ég átti barn í skóla þá var ég mjög óvinsæll á foreldrafundum fyrir að gera sífellda athugasemdir við hvernig greinar eins og móðurmál og
og eðlisfræði voru kennd þar sem að var bara lögð áhersla á staðreyndir og spurt á prófum hvað hét amma Gísla Sússonar og svo framvegis en ekkert reynt að nýta þessar auðlindir sem eru bókmenntirnar og listirnar og svona djúpar kenningar alheiminn í eðlisfræði til þess að efla lotningu nemenda fyrir lífinu og tilverunni. Það sem að Ólafur Kárason, svo ég vitni aftur í hann, kallaði kraftbirtingar hljóm guðdómsins að ef fólk spurt að því hversu ofta fann fyrir lotningu í skólastofunni eða jafnvel bara hversu ofta komst í flæðisástand í skólastofunni, þá svara flestir því að þetta hafi gerst mjög sjaldan eða aldrei í þeirra skólagöngu, nema kannski helst þegar þeir voru komnir í háskóla. Þannig að þarna eitthvað sem að ekki verið að gera rétt vegna þess að til hvers eru bókmenntir skrifaðar, til hvers skrifuðu höfundar Íslendingasagnanna, Íslendingasögurnar, til hvers var Shakespeare að skrifa sín leikrit. Hann var ekki að gera til þess að kenna fólki góða meðferð á tungumáli eða að telja hversu margir dó í einhverjum bardaga, heldur þeir voru að gera til þess að opna augu fólks fyrir ýmiss konar tilvistra vandamálum og siðferðilegum spurningum sem vekja upp djúpar hugrenningar það sem máli skiptir í lífinu, en þetta virðist ekki einhvern veginn síast inn í nemendur í skólum, jafnvel í greinum þar sem að þetta liggur beinast við eins og í bókmenntum og í bókmennta- og listgreinakennslu. Einmitt. En þú minntist aðeins á það áðan að kristinfræði kennsla hefur jú verið lögð af og þar með kannski minnkar umræðu vettvangur fyrir hluti sem margir telja æskilegt væri að börnin hlytu menntun í. Má greina það hjá þér að þú tellir það mistök að við höfum lagt af kristinfræði kennslu hér? Ekki endilega vegna þess að ég held að eins og kristinfræði var nú kennd eða eins og þetta var kallað þegar ég var í skóla bara biblíusögur, að þá var þetta ekkert nótal sem kennslutæki til þess að vekja upp spurningar siðferðilega klípur eða vandamál sem að unglingar standa frammi fyrir. Þannig að þetta var bara kennt eins og bara hverjum saga og voru spurningar og prófum voru bara hver sagði hvað og hverju voru á þessum fundi með Jesú Kristi og hverjir ekki. Þannig að ég held að en kannski það endilega hafi ekki verið stórt áfall að þetta hafi verið lagt til hliðar, en ég held að nemendur sérstaklega á unglingsárum þyrsti í umræður tilvistarlega spurningar, sérstaklega nú á dögum þegar að fólk miklu opnari fyrir því að það þurfa að skapa sína eigin sjálfsmynd heldur en að kannski við vorum á þessum aldri, Björn, og nemendur sem eru kannski 12, 13, 14 ára, þeir eru að spyrja sig beint og óbeint djúpra spurninga hver er ég, hver vil ég vera, jafnvel spurningar kyngervi og fleira. Þannig að ef þau fá ekki útrás fyrir þessa þörf í skólastofunni þá annarkort bælist bara þessi þörf niður hjá þeim eða þeir fá útrás kannski á óheppilegri stöðum. En má ekki álykta að siðferðisþorstinn eða sveltið, sem sagt, það sem að skortir á að við svölum siðferðisþorsta barnan okkar, má ekki velta því fyrir sér hvort þversögnin að vera til að vera ungur í dag, er það ekki siðferðisleg klemma að börnin alast upp við mikinn umhverfiskvíða, þau alast upp við mjög óljósa framtíð en á sama tíma áttaðu sig á því að við erum ekki að gera neitt til þess að bæta hlutskiptið þeirra? Jú, en það er svolítið merkilegt að við hefum oft lagt svona spurningar fyrir nemendur á unglingsaldri hvað þeir telji vera alvarlegustu vandamálin sem þeir standa frammi fyrir á dagsdaglega, og
þá erum við kannski frekar að tala svona hversdagsleg vandamál heldur en stóru spurningarnar framtíð heimsins og náttúrunnar og yfirleitt þá gefa þau svör að það séu siðferðilega klípur þar sem að 2 eða fleiri dygðir eða mannkosti stangast á. Það er að segja til dæmis hvað á ég að gera ef að trúnaður við vini stangast á í heiðarleika gagnvart skólayfirvöldum, ef ég veit að vinurinn hefur gert eitthvað af sér og kennarinn spyrir mig hvort ég veit eitthvað hver sé ábyrgur fyrir þessu broti er það vináttan sem að vissulega er gildi og dygð og mannkostur á hún að vega þyngra eða heiðarleikin gagnvart skólayfirvöldum og ein spurninga bara heiðarleika versus góðvild, þar að segja ef að vinur minn spyrir mig hvað mér finnst einhverja ákvörðun sem að hann eða hún hefur tekið og ég tel hann að vera vittlausa eða ranga, á ég þá að vera vinur sem til vam segir, eða á ég bara styrkja viðkomandi og segja þetta er frábært, ég styði í öllu sem þú gerir. Þannig að það virðist vera að nemendur á þessum aldri, þegar hinn siðferðilega sjálfsmynd er að myndast svona á aldriðin 12 til 15 ára, þeir séu bara nánast á reki, þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera og þeir fá ekki svör við þessum spurningum eða tækifæri til að ræða þær í skólastofunni nema hjá einstökum kennurum. Og nú vil ég alls ekki vera einhverja palladóma að íslenski kennarar upp til hópa séu ómögulegir. Þetta er mjög mikið af mjög góðum kennurum sem að gera góða hluti og eins í öðrum löndum, og flesta rannsóknir sem við hefum gert náttúrulega eru ekki á Íslandi, það eru í öðrum löndum, en almennt sé bara yfir línuna þá virðist vera að úrlingar þrái miklu meiri tækifæri til þess að ræða siðferðileg og tilvistarleg vandamál í skólastofunni og þeim finnist þeir ekki einhvern veginn finna til lotningar eða komast inn eitt svona flæðis ástand þar sem við gleyma tímanum vegna þess að það sem við verðum að gera er svo spennandi og skemmtilegt. Ég skil. Þeirra siðferðislegu spurningar varða mest þeirra eigin líf eðlilega, enda eru börn sjálfleg og þurfa að vera sjálfleg á þessum aldri frekar en að vera allt of upptekin af þjóðfélaginu eða samfélaginu. En myndir þú segja, Kristján, að það þurfi róttæka stefnubreytingu í menntun íslenskra barna og aðeins tengt því sem þú sagðir í upphafi okkar spjalls, að hér hefði ekki verið borin sama virðing fyrir kennurum og í mörgum öðrum löndum. Getur það einhvern veginn brugðist við þessum tveimur spurningum í einu svari? Ég er nú alltaf mikill aðdáandi kenningar Willy gamla Brandts í Þýskalandi það sem hann kallaði Die Politik der kleinen Schritte, það er að segja pólitíkina stuttur skrefa. Ég held að róttæka breytingar í menntamálum hafi nú sjaldan gefist mjög vel, þannig að við þurfum að beita svona smáskammtalækningum. En þetta er deiluefni og til dæmis einn af háværustu talsmönnum farsældar menntunar í skólum sem er John White í Bretlandi, að hann segir að það sé tómt mál fyrir OECD að tala að breyta á mannauðskenningu yfir í farsældarkenningu, nema á sama tíma að nánast gera kröfu að stundatöflunni sé bara umbylt. Það er að segja, John White segir að ef við berum saman stundatöflu í dæmigerðum grunnskóla í dag og í dæmigerðum grunnskóla í upphafi 19. aldar, þá sé þetta nánast það sama sem verið er að kenna. Það er sömu greinarnar, þó að heimurinn hafi gjörbreyst. Milli 8 og 9 er það móðurmál, á milli 9 og 10 er það stærðfræði, á milli 10 og 11 er það líffræði og svo framvegis. Þannig að eina sem hefur breyst er að upplýsinga og tölvutækni hefur komið inn. Og svona kristinfræði dottið út, þannig að öðru leyti er þetta nánast það sama. Og John White segir, við þurfum að gjörbylta skóladeginum þannig að allt sé kennt þemabundið. Á milli 8 og 9 á mánudagsmorgni er til dæmis tími hlýnun jarðar, á milli 9 og 10 stríð og frið, á milli 11 og 12 heilbrigði og velferð og síðan kæmu bara kennarar inn með ólíka sérþekkingu og kenndu þessi þemu. Er þetta góð hugmynd hjá honum?
og hvað fyrir ekki Er þetta góð hugmynd hjá honum? Já, í svona fræðilega séð þetta góð hugmynd vegna þess að það sem hann að segja að ef við lítum bara á hvernig stórfyrirtæki eins og Google leysa úr vandamálum, að þau leysa ekki úr vandamálum greinabundi, þau fá ekki bara einhverju sérfræðinga á þröngu sviði til að koma saman í hópa og einangrað og ræða vandamálun, heldur reyna að fá sem breiðastan hópa fólki með þekking á ólíkum sviðum til að leysa vandamálum. Þetta allt gert í teimum og hópum nú á dögum, þannig að fræðilega séð held ég að þetta sé alveg réttmætt hjá John White að stundatablan auðvitað mjög gamaldags og bindur hendur kennara talsveit mikið, en á sama tíma að því ég mikill pragmatisti að þá óttast ég að ef að við segjum við getum ekki breytt neinn í skólanum bara með algjörri kollsteypu að þá séum við bara útilokað nokkuð breyting eigi sér stað. Hitt atriði sem ég vildi nefna í sambandi við breytingar er að við þurfum auðvitað, ef við ætlum að breyta einhver í skólum þá þurfum við að breyta kennaramenntun. Það er fyrsta skrefið og því miður ef við rannsóknum okkar á bara vellíðan og stöðu kennara víða heim eru mjög neikvæðar og mjög mikið útkulnun í kennarastéttinni, það er fólk sem bara kulnar út mjög hratt og yfirgefur kennslu. Það sé eitthvað 30-40% af kennurum í Bretlandi sem að yfirgefa kennslu eftir innan 3-4 ára. En það er líka eitthvað sem maður mætti kalla innkulnun, sem er kannski enn alvarlegra heldur en nokkuð tíman útkulnun, og innkulnun er þegar að kennarar yfirgefa ekki kennsluna heldur halda áfram að kenna en hafa gjörsamlega mist allan eldmóð og eru bara að nánast að telja mínúturnar þangað til dagurinn er búinn og árin þangað til komast á eftirlaun. Þannig að þetta er auðvitað mjög alvarlegt líka og kannski bitnar enn meira á nemendum heldur en útkulnunin, því að þeir sem að kulna út þeir yfirgefa þó skólan en þeir sem að kulna inn þeir halda áfram að kenna án þess að hafa eldmóði. Já. Og mjög góð spurning sem ég er oft spurður þegar ég er að tala farsæld sem markmið menntunar, þegar ég er að ræða með þetta við kennara víða heima, þá spyrjaði mig venjulega alltaf, heldurðu virkilega að við getum breytt kennslunni í þá átt að efla farsæld nemenda á meðan að við sjálfir erum ekki með á hreinu hver okkar eigin farsæld er og hvernig hægt er að efla hana. Þannig að fyrsta skrefi til þess að efla farsæld nemenda er að efla farsæld kennara og skólastjóra og skólayfirvalda og það verður ekki gert nema með talsverðri róttækri breytingu held ég á kennaranámi. Þannig að þetta var mjög langt svar við stuttri spurningu en almennt held ég að svarið yrði já, ég held að það sé þörf fyrir róttæka og hraða breytingu á kennaramenntun, en ég held hins vegar að breytingar í einstökum skólum verði bara eðlisínu samkvæmt að gera svona tiltölulega hægt, því að ella verði þetta bara einhver strandtöksverkefni sem að dagar upp í mjög fljótt. Já. Má ég svona í lok viðtalsins skilja við þig með nokkrum hraðaspurningum einstök atriði? Allt í góðu. Þú ert að norðan, pabbi þinn er Kristján frá Djúpalegg, skáldið góða. Það mun hafa verið Akureyri sem hefur tekið það skref nú að banna síma er það 8. til 10. bekk, ég er ekki alveg klára á þessu máli, en sem sagt Ragnar Þór var ekki hrifinn af þessu, taldi það nánast stangast á við lög. Ert þú með skoðun á því hvort þið Bjarta Norður er að ganga til góðs í þessu máli eða hvernig að umgangast þess tækni? Ég hef nú ekki sterka skoðun á þessu. Ég held að alla svona ákvarðanir verða að skoða bara í ljósi svona skóla menningar og skoða staðblæinn og söguna og menninguna á viðkomandi stað, en almennt séð þá er náttúrulega eitthvað mjög undarlegt við það að það sé verið að banna þá tækni sem að kemur til með að nánast vera lykill okkar að þekkingu í framtíðinni. Þannig að ég er hræddur að það sé ekki ein lausn til frambúðar að bara
að banna nýja tækni, heldur miklu frekar að reyna að velta fyrir sig hvernig hægt að virkja hana til góðs. Sumpart verða þau enn meira ósjálfbjarga við þessa breytingu skilst mér þau sem eru með til dæmis greiðslukortið í símanum. Síminn hefur verið tekin að þeim að mótni, þau get ekki farið út í bakari og keypt snúðinn sinn. Akkurat. Já. Svo annað klukkan 9 hefjast grunnskólar hér á höfuðborgarsvæðinu hygg núna í vetur og það hefur verið mikið talað að skólar sem nefnendur þurftu kannski að mæta 10 mínútur yfir 8 eða korter yfir 8 að þeim myndi reiða verra af, þeir myndi sofa minna. Skiptir þessi breyting miklu? Munum við sjá betri lýðheilsu og þar með betri líðan og betri námsárangur hjá börnum á Reykjavíkursvæðinu eftir að skólagöngu var seinkað, þannig að ég held ég fari rétt með það að engin börn fari núna í grunnskólanum fyrir klukkan 9 á mótnana? Mér kæmi það ekki óvart að þetta væri góð breyting. Ég meina það vitað að ýmiss konar líffræðilegir og líkamlegir þættir hafa mikil áhrif á bæði áhugahvöt og námsárangur og til dæmis það vitað að börn sem að mæta í skólan á fastandi maga og hafa ekki fengið hafragrautinn sinn áður en að kennsla hefst að þau einfallega bara hafa ekki þol til þess að læra það, þannig að vissulega skipta ýmiss konar lífeðlisfræðilegir þættir mjög miklu máli þarna líka. Þó mínar rannsóknir snúist nánast eingöngu mannkosti og farsæld í skólum að þá megum við alls ekki horfa fram hjá lífeðlisfræðinni heldur. Einmitt. Þá fer nú tími okkar að verða allur, Kristján, en ég þér mjög þakklátur fyrir að hafa gefið þér tíma frá þínu störfum til að heyra, til þess að tala við hlustendur og áhorfendur samstöðvarinnar. Kannski svona allra síðast, ég man að Ragnar Þór vitnaði til þín og sagði að hefðbundin menntun ýtti ekki sem skildi undir að barnið upplifði undrið í veröldinni. Þú hefur aðeins komið inn á þetta í okkar spjalli, en þetta ekki bara svona verkefni sem við þurfum sameiginlega að hlúa að? Jú, ég hvet alla sem ekki hafa hort á viðtalið við Ragnar Þór að gera það. Hann afskaplega mælskur og réttsýnn og einhver var að stinga upp á því að hann í menntamálaráðherra. Já, ég sá það. Þannig að ég alveg saman því sem að Ragnar segir og þetta sem að hann kallar undrun og ég myndi kalla kannski frekar lotningu. Vegna þess að það meira heldur en bara forvitnið undrun. Það þessi svona tilfinning sem maður fær þegar maður stendur á súlutindi og sér norðurljósin og skynjar svona stærð alheimsins og sína eigin smæð í alheiminum. Það þessi tilfinning fyrir því að heimurinn sé undur og nemendur fá ekki þessa tilfinningu nógu mikið í æð í skólum í dag. Einmitt. En við fáum kannski að heyri þér aftur síðar, Kristján Kristjánsson, prófessor í Birmingham. Kærar þakkir fyrir spjallið og gangið þér vel í þínum rannsóknarstörfum. Sömuleiðis, þakka þér fyrir, Björn. Og þá er komið að næsta kafla hér við Rauðaborðið. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.